Komið sæl og blessuð, þá höldum við áfram með kosningaumfjöllun okkar hér á N4 og við erum komið nýja gesti í þennan þátt í kvöld. Fyrsti gesturinn í kvöld kemur allalega sunnan, efst á lista Flokks fólksins í Suðurkjördæmi, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, eða Ásta. Þú stundum kölluð Ásta. Ég hef mjög oft kölluð bara Ásta Lóa. Ég reyndar í mörg ár forðaðist nú Ásthildarnafnið. Mér finnst eiginlega eins og sé verið að skamma mig þegar sagt Ásthildur Lóa. Þannig að og ég heiti Ásta Lóa inn á Facebook, þannig að þetta er svona blanda. Það er nefnilega það. Já, ég er til í hvað sem er núna. Þú ert þekkt búin að koma oft fram sem formaður hagsmunasamtaka heimilanna sem að urðu til í kjölfar efnahagshrunsins 2008 og 2009. Og ert ennþá á fullu fyrir þau samtök? Já, ég er það og veitir ekkert af. Það eru ennþá, afleiðingar hrunsins eru ennþá að koma fram og fólk bara er ennþá að búa við þær afleiðingar, til dæmis að hafa mist heimili sín. Það hefur ekkert réttlæti fengist fyrir þetta fólk. Við höfum verið að fara fram á það sem við köllum rannsóknarskýrslu heimilanna og það verður eitt af því sem að ég mun berjast mjög fyrir þegar ég er komin inn á Alþingi. Það hefur ekki verið meiri hlutinn á Alþingi fyrir því ennþá. En það er hörð andstaða inn á Alþingi. Það eru mjög margir sem vilja ekki að staða heimilanna eftir hrun verði rannsökuð. En ég vona að eftir þessar kosningar þá verði staðan önnur og við getum fengið þessa skýrslu gerða vegna þess að allt þetta fólk, allir þessir einstaklingar, öll þessi 15.000 heimili eiga skilið uppreist æru. Þau gerðu ekkert rangt. Þú lendir prívat og persónulega í hruninu, ef maður getur sagt svo. Já, við gerðum það og börðumst alveg fram til síðasta blóðdropa, ef maður orðaði það þannig. Við mistum heimili okkar á nauðungarsölu árið 2017. Fengum svo reyndar að leigja af bankanum og við vildum ekki fara, við vildum frekar leigja af því að þú ert í sterkari stöðu á meðan við vorum með málaferli í gangi út af ýmsum hlutum varðandi þetta uppboð sem ég ætla ekki að fara í hér. En síðan gerist það mitt ár 2019 og bankinn sagði þið fáið ekki að leigja lengur og þá neituðum við að fara. Og svona gerir nú ekkert venjulegt fólk ef ég má orða það þannig. Ég meina, ég er bara mjög löghlýðin manneskja og allt það en þarna var búið að vaða svo hryllilega yfir mig og ég bara hugsaði að ég bara fer ekki fett. Og eiginlega þá og ég hugsaði að ef þeir vilja taka mig út þá skulle þeir þurfa að bera mig bara líkamlega út. En þegar þarna var komið og við neituðum sérst að fara þá fór bankinn að tala við okkur og við náðum sérst svona, það sem ég vil kalla nauðasamningu við bankann, við náðum að kaupa heimili tilbaka í nóvember 2019 og það var svona að loka hnykkur á gríðarlega erfiðri baráttu sem að tók oft alveg ofboðslega mikið á. Og ertu þá standandi hér í dag sem fulltrúi Flokks fólksins eða frambjóðandi í framhaldi af þessum atburðum? Já, þetta í rauninni það hefur bara æxlast þannig að ég einhvern veginn er orðin svolítið andlitið á þessari baráttu. Ég er náttúrulega búin að skrifa heilan helling og hef komið fram fyrir þessi málefni og verið formaður hagsmunasamtakanna núna í rúm 4 ár. Og ég er búin að standa á hliðarlínunum núna að reyna að fá stjórnmálamenn til þess að gera eitthvað í þessum málum. Og við höfum stundum fengið einhverja til að leggja fram fyrirspurnir, jafnvel hafa hagsmunasamtökin sami frumvörp sem hafa verið lögð fram og skulum bara segja það, þannig að árangurinn hefur vægast sagt verið misjafn. Og ég bara ákvað það að þessi málefni yrðu að fara inn á þing. Þau yrðu að eiga talsmann inn á þingi en það væri ekki einhverjir milliliðir þar. Svoleiðis að ég er að fara þarna inn náttúrulega til þess að berjast fyrir réttlæti fyrir allt þetta fólk sem að varð undir og var bara illa farið með. En svo náttúrulega eru alls konar önnur málefni sem að Flokkur fólksins stendur fyrir sem að standa mjög nærri hjarta mínu líka. En það hefur samt verið þannig gegnum árin að þegar maður stendur í svona baráttu og er svona framalega í henni og það er ekki í sjálfboðastarfi, það var ekkert, ég hef aldrei fengið greitt neitt fyrir það að vera í hagsmunasamtökunum. Heldur bara gert þetta meðfram öðrum störfum, að þá hefur það bara verið þannig að maður svona sér eitthvað sem að hreyfir við manni, ég vil kannski nefna eins og aðbúna aldraðra eða eitthvað og ég bara svona horta og hugsa, nei Ásta bara, þú getur ekki tekið þetta líka. Það bara, af því að maður bara fer með sjálfan sig, en maður er að taka allt of mikið á sig í einu. En ég hlakka til að geta komið öllum hinum málunum líka.
En ég mun svo sannarlega berjast fyrir eins og rannsóknarskýrslu heimilanna, bann á verðtryggingu á lánum heimilanna og það að mínum mati eitt stærsta hagsmunamál allra heimila á öllu landinu, hvort sem þau eru sem sagt í eigin húsnæði, sem með húsnæðislán eða þá að leigja, vegna þess að leiga líka verðtryggð og verðtryggingin bara eitt mesta böl sem hefur komið fyrir þessa þjóð og það verður að aftengja hana vegna þess að hún hefur keðjuverkandi áhrif út í samfélagi, til dæmis bæði á verðbólgu og vexti og allt þetta. Þannig að á meðan að það vera að taka einhver svona skref eða eitthvað þá hverfa áhrifinnar ekki. Þannig að það verður bara að taka hana af lánum heimilanna og þá förum við fyrst að sjá lækkandi húsnæðiskostnaðana og það besta kjarabót sem nokkurt heimili getur fengið. Þú varst í Framsókn. Já. Og fórst fram í Reykjavík, ef ég maður rétt. Já. Fyrir borgarstjórnarkosningarnar síðustu. Já, ég gerði það. En þú ert búin að færa set og ert komin í landsmálin á flokki fólksins í Suðurkjördæmi. Já. Já, það svona, ég hef alveg átt ákveðnar tengingar við Framsókn og sem hafa alveg verið góðar og það var skynsamlegt á þeim tíma þegar það var nefnt við mig að koma þarna inn og taka þátt í þessari baráttu þar eða fara í borgarmálin. Ég man að ég hugsaði fyrst bara nei, ég get ekki farið þarna, ég fór með hagsmunasamtaka heimilanna en svo var bara næsta hugsun en ásta mín, þetta ekki fólkið, ekki fólkið þarna sem þú ert alltaf að reyna að ná í. Þannig að þarna var í rauninni svona kveikt þetta fyrst hjá mér að það borgaði sig að fara inn á völlin. Það sem að leikurinn spilaður en ekki alltaf bara standa á hliðarlínunum. Þannig að ég fór inn í Framsókn og ég hef sjálf sér ekkert nema gott það að segja og kynntist þar mörgu góðu fólki og tel að ég hef átt mikinn stuðning við mín málefni en engu að síður Framsókn er búið að vera í ríkisstjórn í öll þessi ár og ég sá ekkert gerast. Og það var bara þannig, ég get ekki staðið með því. Var það þess vegna sem þú ákvaðst að skipta um vettvang? Það var þess vegna sem ég ákvaði að skipta um vettvang. Ég gat ekki séð að neitt myndi gerast hjá Framsókn. Það svona, svolítið svona að rugga ekki bátnum þar. Og til þess að fara í þessi málefni sem að ég brenn fyrir, að þá verður að rugga bátnum. Förum aðeins inn í Suðurkjördæmi, kjördæmi sem þú ert að bjóða þig fram í. Hvernig tengistu til kjördæmi? Ég vil nú bara viðurkenna það að ég á engin gríðarleg tengsl við það kjördæmi sem slíkt. Það nú bara þannig. En ég bý í Garðabænum, ég geri það. En engu að síður að þá bað Inga Sæland mig að taka þetta sæti af því að hún, eins og hún sagði, það nokkuð öruggt þingsæti og ég vil bara fá þig inn á þing. Og mín hugsun var ok, en á sama tíma þetta mjög víðfemt kjördæmi og í rauninni kannski breytir engu fyrir þann sem á Höfn, hvort ég bý í Reykjanesbæ eða öfugt Þannig að ég hugsaði bara að ég að sjálfsögðu mun vinna vel fyrir það kjördæmi og ætla mér að gera það og ég með mjög sterkan lista af fólki úr kjördæminu með mér. Þannig að ég bara að fara all in fyrir Suðurkjördæmi. Ertu þess fullviss að fara inn? Ég bara miðað við skoðanakannanir sem hafa verið gerðar, þá ég alltaf inni. En hvaða svona, ef þú horfir á Suðurkjördæmi, þú ert búin að væntanlega fara svolítið upp kjördæmið og hitta fólk og hvar slær hjartað hjá fólki? Hvað það sem brennur á fólki? Mér finnst það fyrst og fremst vera heilbrigðismálin. Þau eru bara í gríðarlega slæmu ástandi víða kjördæmið, ekki síst á Reykjanesinu. Og þannig að þetta náttúrulega bara ekki hægt að það eru til fullbúnir spítalar víða land og skurðstofur og allt saman og það engin þjónusta, ekki nein. Og fólk að sækja alla þjónustu í bæinn, konur geta ekki fætt í sinni heimabyggð, ekki einu sinni í fjórðungnum. Það verður alltaf að fara til Reykjavíkur. Þetta ekki í lagi og það verður að laga þetta. Það verður að náttúrulega líka bara að þurrka út biðlista. Við getum ekki, við erum ein ríkasta þjóð í heimi og við erum í alvörunni að leyfa það að fólk sé að þjást að óþörfu. Það eru til þjáningar sem við getum ekki gert við. En þegar við segjum, ok, þú ert komin í læknissendur en við ætlum ekki að gera neitt fyrir þig fyrir en eftir marga mánuði og meðan þú bara þjást. Það bara gengur ekki upp. Þetta ekki hægt. Ertu að tala um heilbrigðisstofnanir fyrir austan fjall eða ertu að tala í Keflavík? Já, til dæmis í Keflavík að þar er heilbrigðisstofnun sem
já, verðist vallastandi undir nafni í dag og ég held að ég heyrði töluna 6.000 þarna á Reykjanesinu sem að sækja heilbrigðisþjónustu til Reykjavíkur. Þetta er náttúrulega bara, gengur ekki, alls ekki. Þannig að þetta er svona það sem ég held að brenni mjög á fólki og ég skil það, ég held að þetta sé það sem að bara við sem einstaklingar, það getur vel verið að við séum heilbrigð í dag, en við eigum öll eftir að þurfa einhvern tímann að nota heilbrigðisþjónustu eða þá þeir sem að standa okkur næstir og sennilega við öll á einhverjum tímapunkti og þetta er það sem þú vilt hafa í lagi. Þú vilt ekki horfa á einhvern þér nákominn þjást fyrir utan að þú vilt ekki þjást sjálfur. Það er bara, við bara verðum að laga þetta. Það er ekki einu svona spurning. Sumir segja að flokkur fólksins sé fyrst og fremst bara einsmálsflokkur. Málefni aldraðra og öryrkja á þess að gera nokkuð lítið úr því. Það er minna talað, finnst mér, frá ykkar fólki til þess málefni bara ungs fólks. Já og nei. Sko ég þú veist, innan öryrkja það er fullt af ungu fólki þar líka sem hefur lent í þeirri klemmu. Síðan vil ég nú meina að þau málefni sem ég er með, málefni heimilanna, þetta snertir nú aldeilis ungt fólk. Auk þess höfum við nú talað fyrir því að námsmenn fái að vinna á þess að námslán skerðist. Þannig að það eru svona hlutir. En svo má líka heldur ekki gleyma því að ungt fólk það á foreldra. Og það á aðstandendur sem er að eldast. Þú veist, og þar fyrir utan að við erum kannski fyrst og fremst, já, við höfum sett svolítið á oddinn þá sem að minnst mega sín. Vegna þess að það er ekki hægt í þjóðfélagi eins og okkar, og eins og ég segi það bara aftur, einu ríkasta þjóðfélagi í heimi, að hér sé einhver hópur sem á varla til nýfs og skeiðar. Og ef að þú horfir yfir heildina og þú horfir á einhvern hóp og þarna eru einhverju sem að, jú, það er eitthvað kannski ekki alveg 100% í lagi, en þarna eru einhverju sem að næstu því svelta, hvert snýrðu þér fyrst? Þú snýrðu þér fyrst af þeim sem að hafa það verst. Vegna þess að þú verður að hífa þá upp á hún og getur og bara laga það því að það bara gengur ekki að fólk sé eins og ég segi bara eigi ekki fyrir nauðsynjum. Það gengur ekki. Og önnur mál hverfa svolítið í skuggan á meðan það er þannig. Þannig að ég vil svona svara þessu játandi og neitandi. Ég meina, ég er að berjast bara fyrir betra Íslandi og réttlátara Íslandi og við sem erum í hagsmunasamtökunum, ég meina ég hef alveg getað hætt eftir að ég rettaði sjálfur mér fyrir horn. En þú veist, ég brenn fyrir þessi málefni vegna þess að ég skal bara tryggja það með öllum þeim ráðum sem ég býð yfir að þetta gerist aldrei aftur á Íslandi. Að svona sé farið með fólk eins og var til dæmis gert í kjölfarið á bankahruninu. Og ég held að það eigi að höfða til ungs fólks líka. Ásta Lóa, eða Ásthildur Lóa. Kæra þakki fyrir komuna til okkar. Takk fyrir að bara taka á móti mér. Og við höldum áfram rétt og eftir.